Byrjum við og þeir sem ekki skilja íslensku
Those who do not understand Icelandic, they have to interpret for themselves in the spirit. Hallelujah. Já, fögnuður okkar fullkominn. Sumum finnst leiðinlegt að fara í kirkju, því ég man þá tístrákar að mér fannst það leiðinlegt. Ég veit ekki hvað ykkur finnst. Er það gaman eða leiðinlegt? En mamma sagði að ég yrði að fara svo ég fór. Þannig að, og ég var alltaf svo glaður þegar ég sá predikara sem að töluðu stutt. Þá var ég glaður og það var mitt bænarefni. Og ég man ennþá hverju voru langorðir. Og ég man líka, mér var einu sinni sagt af pabbinar Hrefnu að hann talar svo lengi. Ég veit ekki hvað hann var að bulla allan þennan tíma. Þannig að ég fengið að heyra það og þannig að þið þurfið að biðja fyrir mér núna að ég tali stutt og ég veit að ég get ekki verið eins skemmtilegur og Snorri. Þannig að þið fáið hann til að segja ykkur brandara bara á eftir. En við ætlum að fara í Jóhannesarbrefið. Við erum að lesa í gegnum Jóhannesarbrefið og Jóhannes, það er sagt að hann hafi skrifað þetta 90 eftir Krist. Og Jóhannes var lærisveinninn sem Jesús elskaði. Er þetta ekki ennþá á? Nei, þá bara. Já. Það eru 3, þetta er fyrsta Jóhannesarbref, við erum ekki komin lengra en það og hann skrifaði þetta bref 90 eftir Krist og við höfum sagt að þetta er til þess að fögnuður okkar verði fullkomin, þetta er líka til þess að við syngum ekki, það er hægt og líka til að vara við villukennendum og síðan til þess að við vitum að við höfum eilíft líf, til þess er brefið skrifað. En við erum að byrja í 7. versi í 4. kaflanum og þar segir þér elskaðir elskum hver annan því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Og í 5. Mósebók, 7. kafla og 5. vers, þú ert ekki að fara þangað, en farðu í Matteus 22, 30 og 7-39, þar vitnar Jesús Kristur í lögmálið. Hann vitnar í 5. Mósebók og 7. kafla og 5. vers og þetta er í Matteusar Guðspjalli 20. og 2. kafla og vers 37 og ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Matteus, vegna þess að þetta er lykil vers fyrir þessa kennslu í Jóhannesarbrefinu. Og þar segir, hann svaraði honum, elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Og Ísraelsmennirnir, ef þið hafið séð á biðja við bænamúrin, að þeir fara alltaf svona í ákveðin gír, svona. Þannig að þeir eru að halda sér vakandi í bæninni. Og þeir vilja meina að þeir vilja elska drottinn bara með öllum líkama sínum líka. En sjáðu til, elska skaltu drottinn Guð þinn af allri sálu þínum, öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig og takið eftir. Á þessum 2 boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Þannig að, hugsið ykkur, ef að við sem mannkyn elskum hvert annað, þá myndi ekki þurfa boðorð eða spámenn. Þá hefði það bara ekki þurft. En af því að mennirnir elska ekki hvern annan eins og Guð elskar þá, að þá þurfum við að hafa lög og reglur og boð og bönn. Og til hvers höfum við boð og bönn? Til þess að vera leiðileg? Nei. Til þess að þú getir lifað, svo þú farir þér ekki að voða. Það er tilgangurinn með boðum og bönnum, að vernda okkur, varveita okkur.
Mamma segir nei af því hún veit ef ég snerti þá brenni ég mig. Það til að vernda mig. En við erum stundum svo vitlaus að við höldum bara að þetta sé bara til þess að við megum ekki, en það til þess að vernda okkur, til þess að varðveita okkur. Amen. Þannig að við förum aftur hérna í Jóhannesar bréfið, en það gott að hafa þetta að þetta hvílir á, sem sagt öll boðin og bönnin, þau hvíla á þessu og að sem sagt þau hvíla ekki á því. Lögmálið og spámennirnir sem sagt hvíla á þessu og það reyndar annað vers í hérna Rómverjabréfinu 13. kafla og 8. vers. Þar segir nákvæmlega þetta sama. Rómverjabréfið 13:8. Þar segir skuldið ekki neinum neitt nema það eitt að elska hvert annað, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Þá sjáum við það aftur. Ef við elskum, þá þarf ekkert lögmál. Ef við elskum, þá þarf ekkert lögmál. Þannig að lögmálið ætlað þeim sem ekki elska, óguðlegum, og það upptalning á hverjum það ætlað. Ef þú elskar bróðin, elskar Guð af öllu hjarta, þá þarftu engin boð og bönn. Amen. Þér elskaðir elskum hver annan því að kærleikurinn frá Guði kominn. Og ég ætla að segja ykkur af því að í þessum kafla, bara þessum versum, að þá 27 sinnum kemur fyrir orðið agape eða agapo. Það eru tvö orð, það sögnin og nafnorðið. Það 12 sinnum nafnorðið agape og agapo býtu nú við, það sögnin. Það kemur fyrir 15 sinnum. Þannig að þetta 27 sinnum sem þetta orð notað í þessum kafla. Þannig að kærleikurinn mikilvægur í augum Guðs. Og orðið, þetta agape og agape, það lýsir viðhorfi Guðs til sonar síns og til alls mannkyns. Að hann elskaði svo heiminn, að hann gaf son sinn eingildi til þess að hver sem á hann trúir ekki glatist heldur hafi eilíft líf. Og þetta orð lýsir sem sagt viðhorfi Guðs til okkar allra. Síðan, þegar við tölum kærleika Guðs, eða kærleikan sem frá Guði kominn, þá munur á honum og kærleika manna. Kærleikurinn frá Guði, þungamiðjan Guð. Að Guð miðpunkturinn og einkennið á kærleika Guðs að það skilyrðislaus hlýðni við boð Guðs. Einkennið skilyrðislaus hlýðni við boð Guðs. Og Jóhannes, ég var búinn að skrifa niður, ég ætla að taka bara svona lágmarksritningar. Jóhannes 14:15. Jóhannes 14:15 segir að sá sem elskar mig, hann heldur boð mín. Sá sem elskar, ef þér elski mig, munu þér halda boð mín. Þannig að skilgreining Guðs á þeim sem elskar hann að hann heldur boð hans. Nú, kristinn kærleikur gagnvart bræðrum eða mönnum almennt, það ekki byggt á tilfinningum. Það ekki eins og mér líður í dag. Það eru margir sem þeir elska mig bara því líður vel í dag og ég elska þig bara, já, af því að þú góður við mig eða eitthvað svo. Það ekki byggt á tilfinningum. Ekki heldur náttúruleg tilhneiging. Og kærleikur Guðs, eða kristinn kærleikur, hvað ég segja, hvort sem það gagnvart bræðrum eða mönnum almennt, ekki byggt á tilfinningum, ekki heldur náttúruleg tilhneiging, nær hann til þeirra sem við höfum tilfinningar til, heldur leitar þess sem gott fyrir alla menn. Og þetta Rómverjabréfið 15:2, að kærleikur Guðs, hann leitar þess sem gott ekki bara fyrir þá sem þú elskar, heldur fyrir alla menn.
og Galatabréfið segir að við eigum að gera öllum gott, einkum trúbræðrum vorum. Galatabréfið 6:10. Við gerum öllum gott, einkum trúbræðrum vorum. Þannig að þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn frá Guði kominn, hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. Þannig að við gætum kannski umorða þetta og sagt að sá sem fæddur af Guði. Ef við erum endurfædd, að þá erum við sköpuð í hans mynd og þá elskum við eins og hann elskar og þá þekkjum við hann. Og ég ætla að taka hérna aðeins að þessi mismunur sem á kærleika Guðs og kærleika manna. Að það eru margir góðir og góðviljaðir og fólk segir ást og friður og fólk vill vel og vitið það að allir eiga kærleika hvort sem þeir eru endurfæddir eða við höfum mannlegan kærleika en guðlegur kærleiki, hann kemur inn í líf okkar þegar við endurfæðumst. Þá kemur Guð inn í líf okkar, þá fæðumst við af hans anda, þá kemur hans kærleikur. En af því að við allir menn eru skapaðir í Guðs mynd, þá eiga allir einhvern kærleika og sem betur fer. En í Tímóteusarbréfinu, 4. kafla og 8. vers, og ég elska að segja frá þessu versi þegar ég fyrir ræktina, ég fæ alltaf tækifæri til þess af og til, líkamleg æfing, hún til nytsamleg í sumu, en guðhræðslan til allra hluta nytsamleg og hefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Guðhræðslan hefur fyrirheit fyrir þetta líf og hið komanda. Og ég var að miðla þessu með hjónum sem ég hitti núna daginn og hann sagði mér, já, og hérna, af því að ég sagði, þau voru að gera grína mér að ég kæmi svo seint. Og ég sagði, ég byrjaði daginn niður í kirkju á bænastund, svo kem ég og þjálfa líkamann. Og það miklu betra. Og hvar svo kirkja, sagði konan? Já, það Hvítasunnu kirkjan. Og hvar hún? Þá sagði maðurinn, hnippti í hana, hann að tala Fíladelfíu, gömlu Fíladelfíu. Já, ég var þar hjá honum Haraldi í sunnudagaskóla, sagði maðurinn, og þannig að það, sem sagt, ég hef búið að því alla ævi. Þannig að það gott að vita það, að fólk upplifir það að það býr að því alla ævi að koma í sunnudagaskólan. En það einmitt þetta að ég var að miðla þessu versi að kærleikurinn frá Guði, hann hefur fyrirheit fyrir næsta líf líka. Líkamlega æfingin bara fyrir þetta líf. En þessi kærleikur sem við erum að tala hann hefur fyrirheit fyrir næsta líf og kærleikur Guðs, hann snýst eilífðina. Hann snýst ekki bara þetta líf. Þess vegna það meira mál fyrir Guð að við eignumst eilíft líf og komum inn í eilífðina heldur en bara að einhver sýni okkur kærleika og hjálpa okkur hér. Og ég hef stundum sagt, og ég veit að sumir eru hérna verða mér reiðir, en ég segja að ef þú alkohólisti þá snýst það ekki bara að hætta að drekka, það miklu betra að frelsast og eignast eilíft líf heldur en að losna við áfengin meðan þú lifir og síðan að tapa af eilífa lífinu. Það meira virði að eignast eilíft líf og þó þú náir því bara á síðustu metrónum þá það miklu meira virði heldur en að lifa góðu lífi hér. Og það sem ég tala svo oft á jarðarförum að hugsið ykkur að það vita allir að þeir eiga að deyja. En það enginn sem undirbýr dauðann, en það allir að undirbúa þetta líf. Það allir að mennta sig og fyrir þessi 23, sumir mennta sig alveg að læra fram til 60 til að geta nota þessi 10-20 ár sem þeir eiga eftir til að vinna hérna. En hvað með öll þessi 1000 milljón ár sem við eigum eftir að lifa í eilífðinni? Hvað með það?
Þannig að kærleikur Guðs, hann eilífðar kærleikur. Og nú skulum við lesa hana kafla bara hérna í gegn. Og ég vona að ég kom með þessu einhvern veginn frá mér. Þér elskaðir elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Þannig að ef þú elskar, þá ertu endurfæddur. Það sá kærleiki sem hann að tala um. Þess vegna þekkir Guð af því hann faðir þinn. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. Ef þú ert ekki endurfæddur, þá þekkir ekki Guð sem föður. Ég ætla að leyfa mér að umorða þetta svona, að ef þú ert ekki fæddur, þá áttu náttúrulega engan föður, en ef þú ert ekki endurfæddur, þá áttu ekki Guð að föður í þeim skilningi. Að vísu áttu Guð sem skapara. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor að Guð hefur sendt einkason sinn í heiminn til þess að við skildum lífa fyrir hann. Þetta kærleikurinn, ekki að vera elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir vorar. Í þessu birtist kærleikur Guðs meðal vor að hann hefur sendt einkason sinn í heiminn. Veistu það, ef ég brýta á einhverjum, þá það í rauninni mitt að fara og biðja fyrirgefningar. En sjáðu, Adam, hann braut gegn Guði, en það var Guð sem kom til hans og sagði Adam, ég elska þig, ég ætla að fyrirgefa þér. Það var Guð sem kom til mannana, jafnvel þó að mennirnir hefðu brotið gegn honum. Og svona kærleikur Guðs. Og það svona sem Guð vill að við elskum. Ef einhver brýtur á móti okkur, og við höfum heyrt svo margar sögur, það hafi verið beiskja og biturleiki og kannski þolandinn fer síðan til gerandans og biður hann afsökunar eða fyrirgefningar, og það þá sem að gerandinn brotnar, af því að hann segir, heyrðu, það var nú ég sem gerði þetta, þú áttir ekki að biðja fyrirgefningar. Og það þannig sem að kærleikur Guðs ætti að bræða okkur, að þegar hann kemur og elskar okkur svo mikið, jafnvel þó að við höfum verið brotleg við hann. Þetta kærleikurinn, ekki að vera elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir vorar. Og það mjög falleg mynd af fórnardauða Krists í fyrstu Mósebók. Ég ætla bara að segja ykkur af því. Fyrstu Mósebók 22. kafla, þegar Abraham fórnar syni sínum, og það margir sem skilja ekki þessa sögu. Ég var á Mokkablokkinu einhver tíman og þá var læknir sem sagði að sjáiði, Guð, hann vill mannafórnir og hann bara grimmur, og ég gat svarað því til að þetta væri eina dæmið þar sem Guð hefði nokkuð tíman beðið mann að fórna sínum syni, og það var Abraham. En Guð leyfði honum ekki að fórna honum, vegna þess að Guð, hann vildi bara vita hvort Abraham væri tilbúin að gefa það sama og Guð ætlaði sjálfur að gefa. Og Guð, hann gaf sinn son til að deyja fyrir okkur. Abraham, hann var tilbúin að gefa sinn son Guði. Og sagan það, og það svolítið gaman að lesa þessa sögu, að Abraham lagði viðinn á herðar Ísak, Ísak bar viðinn upp á Móríahæð, og síðan lesum við það að Jesús Kristur gekk þessa sömu leið 3 eða 4 árum seinna og bar sinn kross upp á sömu hæðina. Þannig að Guð, hann í raun og veru fekk Abraham til að gefa sér gjöf, þannig að Guð gæti gefið sinn son. Og þetta kannski biblíulestur alveg út af fyrir sig. En ef við lesum hér áfram að þér elskaðir, vers 11, fyrst Guð hefur svo elskað oss, þá ber oss einnig að elska hver annan. Þetta kemur aftur. Við höfum að elska hver annan. Enginn hefur nokkuð tímann séð Guð. Ef við elskum hver annan, þá Guð stöðugur í oss og kærleikur hans fullkomnaður í oss. Hugsaðu þér, ef við elskum hvert annað, þá segir Biblían að þá Guð stöðugur í oss, af því að þá erum við að uppfylla eðli Guðs. Við þekkjum að við erum stöðugir í honum og hann í oss,
af því að hann hefur gefið oss af sínum anda. Við höfum séð og vitnum að Faðirinn hefur sent Soninn til að vera frelsari heimsins. Hann hefur gefið okkur af sínum anda. Rómverjabréfið segir að andinn vitnar með vorum anda, við erum Guðs börn. Rómverjabréfið 8:16, andinn vitnar með vorum anda, við erum Guðs börn. Efesusbréfið, Korintubréfið, Efesusbréfið á 2 stöðum segir hryggið ekki, eða á einum stað segir hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaðir með. Efesusbréfið 1:13 segir að við séum merktir innsigli heilags anda. Þannig að Guð, hann hefur gefið okkur af sínum anda, alveg eins og lífsandan, eins hefur hann gefið okkur heilagan anda. Nú, síðan kemur hér, við höfum séð og vitnum að Faðirinn hefur sendt Soninn í heiminn til að vera frelsari heiminn. Hér er Jóhannes einu sinni að fást við villukennendur vegna þess að þeir voru að segja að Jesús hefði bara komið til að vera svona vúvú og hann hefði bara gengið svifið í sandinum og gert þetta og hitt, og þeir gnostistarnir, þeir voru með allt aðra kenningu. Þeir eiginlega höfnuðu því að Jesús væri frelsari allra. Þeir sögðu að hann væri frelsari einhverja útvalda, og hérna einu sinni er Jóhannes að segja Jesús er frelsari alls heimsins. Hver sem játar að Jesús sé Guðs sonur, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Og ég ætla að segja bara þetta, að játningin, hún aðskilur þig alltaf. Hún annarkvort bindur þig eða aðskilur þig. Játning, hún bindur þig við einhvern eða aðskilur þig frá einhverjum. Játningin mín, hún aðskildi mig frá sígarettinu forðum daga þegar ég sagði ég er hættur að reykja. Og punktur, ég var hættur að reykja. Og þá aðskildi mín játning mig. Ef ég hefði sagt ég er ekki viss, að þá veit ég ekki hvar ég var í dag. En ég sagði ég er hættur af því að Jesús frelsaði mig. Og játningin aðskildi mig frá þeirri synd. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Vers 16. Lifandi orð segir, við vitum hve mikið Guð elskar okkur og treystum á kærleika hans. Við vitum hve mikið Guð elskar okkur og treystum á kærleika hans. Og þetta er eitt af því sem að margir eiga erfitt með. Svo kemur þetta, Guð er kærleikur. Guð er kærleikur, Guð er heilagur, Guð er eyðandi eldur, en í öllu þessu er hann kærleikur. Guð er réttlátur, Guð er dómari, í öllu þessu er hann kærleikur. En sumir sjá bara, sumir segja að kærleikurinn er Guð og það er röng nálgun. Kærleikur er ekki Guð, það er Guð sem er kærleikur. Og kærleikur án sannleika er ekki kærleikur. Og kærleikur með hræsni er ekki sannur kærleikur. Er þetta sína kærleik og vera hræsnari? Já. Þá er þetta þykjast og sýnast. En kærleikur Guðs er alltaf sannur hreinn og hann samgleðst sannleikanum. Og ég las hérna það svolítið misjafnt hvernig menn bregðast við kærleika Guðs. Sumir segja, já, I'm so great that even God loves me. Þetta las ég, segi þetta bara svona á enskunni, I'm so great that even God loves me. Ég er svo mikill að jafnvel Guð elskar mig. Og svo er það hinn sem segir, getur Guð virkilega elska mig? Og svo er það sá þriðji, hann segir, Guð elska mig, svo ég get gert nákvæmlega það sem ég sýnist. Og það er reyndar kenning í sumum kirkjum. Þeir segja, sértu skírður, þá ertu endurfæddur, nákvæmlega sama hvað þú gerir, að Guð elskar þig alltaf, hann elskar þig. En þú ert ekki hólpinn ef þú yfirgefur drottinn. Ef þú slítur þig frá honum, þá ertu ekki hólpinn. Þannig að Guð, hann er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Með því er kærleikurinn orðinn fullkominn hjá oss að við höfum djörfung á degi dómsins því að við erum í þessum heimi eins og hann er. Þannig að, já, það segir að kærleikurinn er fullkominn þegar við höldum boð hans
og það líka sagt að kærleikurinn, það önnur vers sem segja kærleikurinn fullkominn í okkur þegar við elskum hvert annað. Og það svolítið athyglisvert með þessa nálgun á Guði, að ef við höfum svona og kærleikan, að ef við höfum svona þríhyrning sem kemur svona og hann kemur svona og ég hérna og einhver annar hér, það var reynda bróðir hérna í eina tíð, að við vorum svona og einhver tíman segir hann við mig, Kiddi, ekki merkilegt hvað við höfum nálgast hver annan? Og ég sagði jú, og þá sagði hann, veistu á hverju við höfum nálgast hver annan? Það því að við höfum báðir nálgast Guð. Og þegar við nálgumst Guð, þá nálgumst við kærleikann og þá nálgumst við bæði hvert annað og við förum að elska hvert annað meira af því að Guð kærleikur. Amen. Mér finnst það falleg mynd. Og síðan segir hér, með því kærleikurinn orðinn fullkominn hjá oss að við höfum djörfung á degi dómsins, því að við erum í þessum heimi eins og hann er. Við erum í þessum heimi eins og hann er og hugsið ykkur að þegar þú stendur frammi fyrir Guði einn dag, sumir segja, já, það er ákveðnir hluti sem ég ætla að spyrja Guð að þegar ég stend frammi fyrir honum. Ég er alveg viss það að það sem þú heldur að þú getur spurt Guð að þú munt ekki spyrja hann á þeim degi. Vegna þess að Guð, hann sem dómari, að þá er hann ógurlegur. Hann er mikill, en ef við höfum upplifað kærleika hans, þá munum við ekki upplifa ótta á degi dómsins. Það er málið. Ef við höfum upplifað hans kærleika, þá munum við ekki upplifa. Ef það er ótti, að þá höfum við ekki fyllilega upplifað hans kærleika. Þá erum við á þessum stað, getur Guð virkilega elskað mig? Og ég trúi því að þetta er vandamál hjá okkur öllum, og það var líka hjá lærisveinunum. Það var einn lærisveinn sem sagði sjálfan sig, lærisveinninn sem Jesús elskaði. Það var einn, bara Jóhannes. Af hverju sögðu ekki allir hinir? Við erum lærisveinarnir líka sem Jesús elskaði. Það var Jóhannes, hann var svo fullviss, hann upplifði þennan kærleika. Hann upplifði það að Jesús elskaði hann. Og ef við upplifum þennan kærleika, þá elskum við og þá höfum við djörfung á degi dómsins. Amen. Ótti ekki elskunin fullkomin elska, rekur út óttan, því óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að hann elskaði oss að fyrra bragði. Ef einhver segir ég elska Guð, hatar bróður sinn, sá lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn. Þannig ef við tökum þetta saman, að þá að vera fullkomin í kærleika, það að elska hvert annað og og sjá 4:12, enginn hefur nokkuð tíma að sé Guð, ef við elskum hver annan þá er Guð stöðugur í oss og kærleikur hans fullkomin í oss. Það segir Jóhannesarbrefið 2:5 segir, en hver sem varðveitir orð hans, í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Það að elska hver annan og elska boð hans. Það gerir kærleikan fullkomin í okkar lífi. Þannig að elska hann, trúa á nafn hans, elska boð hans og halda þau og að elska hver annan. Það það sem þetta snýst Svo eitt vers að lokum í Júdasarbréfinu þar sem segir varveitið yður sjálfa í kærleika Guðs. Við höfum þetta val, við nú erum búin að tala kærleikan, hvað hann og hvað hann ekki. Við höfum alltaf þetta val að varveita okkur í kærleika Guðs. Og segja, já, en ef mér líður ekki þannig, skiptir ekki máli. Þú stendur samt frammi fyrir þessu vali að elska eða ekki elska. Og
Hann sagði, elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og hann þekkir Guð. Amen. Við skulum bara enda þar. Segjum bara, Drottinn, takk fyrir orðið þitt og þakka þér fyrir það, Drottinn, að þú hafðir leið fyrir alla menn. Drottinn, kærleikur þinn, hann brýtur öll bönd og Drottinn Jesús, þú sigraðir á krossi. Kærleikurinn stóð þar sem sigur vegari. Takka þér fyrir það, Jesús, að þú elskaðir okkur svo mikið, Drottinn, þegar við vorum eins og við vorum og hvar sem við vorum og erum, að þú varst fús að deyja fyrir okkur öll. Ég þakka þér fyrir það, heilagi Faðir, og Drottinn, ég bara meðtek kærleika þinn í dag í nafni Jesú. Og ég var að segja það saman, Drottinn, við meðtökum kærleika þinn í dag. Við meðtökum kærleika þinn í dag í Jesú nafni. Leið og við göngum að borði Drottins. Hann þráir að lækna okkur, hann þráir að elska okkur, hann þráir að snerta okkur. Amen. Og höfum trú fyrir lækningu í dag, þeir sem að fást við sjúkdóma. Þetta borð Drottins, og borð Drottins, það þýðir það að hann, sjáðu, ef það þitt borð, þá situr þú við þitt borð, ég sit við mitt borð, Drottinn situr við sitt borð og hann að bjóða okkur að sínu borði í dag. Amen. Hann að bjóða okkur að sínu borði. Gjörðu svo vel, Snorri. Þegar Pétur postuli talar borð Drottins og við erum að ganga að því, þá skulum við aðeins rifja það upp sem að hann segir í 4. kapítula 1. bréfs. Og þetta hluti af því hvernig við meðhöndlum